Áður en við byrjum að tína upp úr kassanum og skera til og líma, þá væri sniðugt að skoða aðeins hvaða lím og verkfæri við þurfum að hafa. Til að byrja með er það límið. Límið sem ég ætla að nota mest er trélím. Þetta er að vísu ekki það sem Íslendingar kalla trélím. Þetta er svona gulleitt, kallast aliphatic resin. Annar staðar í heiminum er þetta það trélím sem trésmiðir nota. Og kosturinn við þetta er að það verður harðara heldur en hvítalímið okkar. Síðan ætla ég að vera með svona. Þetta eru svona superlím eða instant eða CA-lím. Það er annars vegar þetta þunna hérna og hins vegar svona milliþykkt, ekki alveg hnausþykkt. Síðan er epoxylím og ég ætla að vera með 30 mínútna. Mér finnst ekki taka því að vera að nota annars konar lím. Verkfærin sem við ætlum að nota geta verið ýmis af mörgum gerðum, en það sem er mikilvægast er góður hnífur. Þessi er alveg ágætur. Kostur við hann er hægt að draga hann inn og þá er blaðið ekki að hrekkja mann. Ég nota þennan hérna úr járni og þykir hann mjög góður, svona brothnífur. Þegar ég er að skera eitthvað mjög nákvæmlega, þá finnst mér gott að nota svona hníf. Þetta heitir skurðstofuhnífur. Merkið er Swan & Morton og blaðið er númer 11. Hvort tveggja er hægt að kaupa í flestum apótekum. Ef það væri hægt að blanda þessum tveim saman, þá varum að koma með hinn fullkomna hníf. Og Mummi fann einmitt svoleiðis á internetinu. Það er að segja Swan & Morton hníf með inndraganlegu blaði sem hægt er að skipta út. Mjög gagnlegt. Blýantur segir sér sjálft. Reglustikur er gott að nota. Hérna er ég með eina 15 og eina 30 cm. Þær eru úr stáli og það er leitt að bæði mæla með þeim og skera eftir þeim. Sög, svona eins og þessi, lítil bakkasög. Títuprjónar. Þetta eru T-prjónar. Þá er hægt að kaupa hvar sem er. Það er líka hægt að kaupa alls konar títuprjóna í hinum og þessum vefnaðvöruverslunum. Klemmur, þvottaklemmur, gormklemmur af ýmsum stærðum, þvingur. Það er aldrei hægt að eiga nógu mikið á klemmum. Sandpapír er gott að hafa. Hérna er ég með smá höng af P100 sandpapír. Og svo fann ég þetta hér. Þetta er lítill svampur með svona frönskum á og net. Þetta net er frekar gróft, P80. Mjög þægilegt að nota það til þess að forma ýmislegt. Þetta festist bara svona á og þegar þetta er orðið fullt af alls konar sæjudóti, þá bara rífum við það af, hristir af því og setur það á aftur. Gríðarlega flott. Svo er eitt
verkfæri í viðbót sem er þetta hér. Þetta kemur sér gríðarlega vel þegar maður er að taka niður stykki sem eru fræst út úr krossviði. Af því að þeir eru alltaf föst í og maður þarf að saga það úr og þetta er það besta. Þetta er bara brotið járnsegarblað með smá krumpahólk upp á. Þegar maður skoðar teikninguna þá sér maður að hver einasti hlutur á henni er vandlega merktur. Hérna er stafur og tala og hringur utanum. En á brettunum sem er í bóksinu er engar merkingar á neinum hlut. Þannig að þá er spurning, hvernig veit maður hvaða númer á að vera á þessum hlutum sem eru hérna á þessum brettum? Ég las nefnilega leiðbeiningarnar og þá komst ég að því að hér í þessari bók, þar sem myndirnar eru, aftast eru myndir af öllum brettum og númerinn á þeim hlutum sem eru á þeim. Þannig að núna þarf ég að fara í gegnum kassan, finna bretti, til dæmis eins og þetta hérna. Það er hér 12 mm birkikrossviður stendur og þetta er sannarlega 12 mm birkikrossviður og þá sé ég hér á að þessi hlutir hér heitir F13 og þá get ég skrifað F13 hér á og merkt í bókina að ég sé búinn að finna hann. Eins með F20 hérna, F20 og 2 F25. Og þá get ég merkt hér að ég sé búinn að finna þessa hluta. Nú þarf ég bara að taka hvert einasta bretti upp úr kassanum, finna það hérna í bókinni og skrifa númerinn á. Þá er ég búinn að merkja alla hlutina og þeir eru allir á sínum stað eins og sést á þessu og nú er komið að því að skera þetta út úr þessum blokkum, út úr þessum borðum hérna. Hér er ég búinn að setja límband á vegna þess að leiðbeiningarnar segja að maður eigi ekki að taka þessa parta úr fyrir en maður er búinn að setja skrokkinn saman. Svo ég hef þetta í til þess að enginn hætti að þetta detti úr. En þá er spurning, hvernig er best að ná þessu sundur? Hérna til dæmis er gríðarlega þykkur krossviður. Jú, þá er komið að þessu litla verkfæri sem að ég sýndi ykkur. Já, það er hér. Þessu hér. Þetta er alveg frábært. Nú fer ég bara með þetta sagablað hérna onni og saga í sundur þessa litlu nabba sem að hér eru. Á svona þykkum krossi þá getur hann tekið smá tíma en það gengur að lokum. Sko, taka hérna get ég rent þessu bara gegn. Svona. Hugsanlega freistast maður til þess að brjóta þetta bara úr en þá getur þetta brotnað inn á stykkið. Svona. Og
þá eru hérna eftir smá nabbar sem að gott er að nota þá sandpappír til að ná niður. Ég get sýnt það hér til dæmis á þessu að hérna losa ég rifið úr með því að skera á það sem hefur verið skilið eftir. Og hérna og það er 1 í viðbót, 2 í viðbót. Svona. En nú skulum við skoða nánar á þessu rifi hér. Hérna sjáum við, ef að myndavélin fókuserar einhvern tímann, að fræsarinn, sérðu hérna, fræsarinn er með skilur eftir svona runnað horn og hérna líka. Þetta er ekki gott. Þá er ágætt að nota þetta hérna til þess að fara inn í hornið og fá það eins og það á að vera. Hérna. Bara rétt aðeins og þá verður hornið skarpt en ekki runnað. Þetta þarf maður að gera við hvert einasta stykki þar sem að þarf að liggja saman eitthvað. Nú ætla ég að halda þessu áfram.